Vel Katrín. Formaður, góðir áheyrendur. Hér liggja fyrir tillögur B-nefndar að texta í áfangaskjali lagða fram til kynningar. Og þar er að ræða greinar sem heita í fyrsta lagi staðfesting laga málskotsréttur, í öðru lagi vald forseta, í þriðja lagi undir kafla stjórnsýslu og eftirlit forstöðumenn sjálfstæðra stofnana. Miklar umræður hafa átt sér stað innan ráðsins, ekki síður en í þjóðfélaginu, málskotsrétt þann sem kveðið hefur verið á í 27. grein núgildandi stjórnarskrár. Fyrirkomulag hér á Íslandi má teljast lýðræðislegt þar sem forseti Íslands er þjóðkjörinn og það sem menn hafa kallað að 27. greinin væri virkjuð hefur leitt til þjóðaratkvæðisgreiðslna deilumál í þjóðfélaginu og haft heilmikil áhrif á útkomu þeirra. Nefnd B leggur til 2 valkosti það hvernig orða skuli í stjórnarskrá málskotsrétt og staðfestingu laga. Og ég ætla að byrja á því að lesa þessa 2 valkosti. Upphaf þeirra er reyndar eins, í báðum greinum er orðalagið svona: er Alþingi hefur samþykkt lagafrumvarp, undirritar forseti Alþingis það og leggur innan 2 vikna fyrir forseta Íslands til staðfestingar. Síðan segir áfram í valkosti 1: og veitir undirskrift hans því lagagildi. Forseti Íslands getur ákveðið innan viku frá móttöku frumvarps að synja því staðfestingar. Skal sú ákvörðun vera rökstudd og tilkynnt til forseta Alþingis. Frumvarpið fær þá engu að síður lagagildi en bera skal lögin innan 3 mánaða undir þjóðaratkvæði til samþykktar eða synjunar. Ræður einfaldur meirihluti hvort lögin halda gildi sínu. Atkvæðagreiðsla fer þó ekki fram ef Alþingi fellir lögin áður úr gildi. Framkvæmd þjóðaratkvæðagreiðslu skal að öðru leyti mælt fyrir í lögum. Heimild til synjunar á ekki við fjárlög, fjáraukalög eða lög skattamálefni, lög ríkisborgararétt og lög sem sett eru til að framfylgja þjóðréttar skuldbindingum. Í valkosti 2 er tekið á málum með nokkuð öðrum hætti. Eftir innganginn sem var sameiginlegur báðum valkostunum segir: forseti getur innan viku frá móttöku frumvarpsins ákveðið að láta það ganga til Alþingis á ný með rökstuddu áliti. Að öðrum kosti staðfestir forseti frumvarpið og fær það þá lagagildi. Gangi frumvarp á ný til Alþingis skal það eftir umfjöllun í þingnefnd rætt og afgreitt við eina umræðu. Verði frumvarpið samþykkt án efnisbreytinga fær það lagagildi við undirritun forseta Alþingis án staðfestingar forseta Íslands en fellur niður ella. Eins og ég sagði áðan, það hafa umræður í B-nefnd verið miklar og einnig innan ráðsins. Staðfesting forseta á lagafrumvarpi hefur iðulega verið talin þáttur í hlut hans sem löggjafi, eins og það er orðað í 2. grein stjórnarskrárinnar, en það er forseti talin upp sem handhafi löggjafavalds. Við samanburð á stjórnarskrám annarra landa kemur í ljós að þetta er mjög fátítt að forseti sé nefndur handhafi löggjafavalds. Það á sér þó hliðstæðu, til dæmis í dönsku og belgísku stjórnarskránni. Og sumir fræðimenn hafa bent á að málskotsréttur forseta sé þáttur í framkvæmdarvaldsathöfn, þar að segja einhvers konar temprun á löggjafavaldi. Hlutverk þjóðhöfðingja er í dag fremur að staðfesta að lög hafi orðið til með stjórnskipulegum hætti
og þau megi birta og þau megi ganga í gildi. Það er að segja formsatriði fremur en efnisatriði. Nokkur ríki hafa valið þá leið að forseti í stað þess að synja lögum staðfestingar og senda í þjóðaratkvæðagreiðslu, þá geti forseti vísað lögum aftur til þingsins til frekari umræðu. En honum sé þó skylt að staðfesta lögin ef að þau eru samþykkt í þinginu á nýjan leik. Í sumum tilvikum er þá gerð krafa það að þingið hafi við síðari meðferð samþykkt lögin með auknum meirihluta, svo er til dæmis í Bandaríkjunum. Í Finnlandi hefur finnski forsetinn alltaf 3 mánuði til að ákveða staðfestingu lagafrumvarps eftir að þingið hefur samþykkta. Staðfesti hann það ekki, getur þingið tekið málið upp að nýju og samþykkt frumvarpið án efnisbreytinga og verður það þá að lögum án staðfestingar forseta. Það má nefna dæmi þar sem synjunarvald felur í sér málskotsrétt til þjóðarinnar, svo sem er hér á landi. En slík ákvæði eru gjarnan bundin fleiri skilyrðum. Og sem dæmi má taka stjórnarskrá Lettlands og stjórnarskrá Frakklands. Í Lettlandi hefur forseti formlegt vald til að synja lögum með málskotsrétti, lögum sem hafa hlotið þinglega meðferð, en synjunarheimild forseta í Lettlandi er bundin því skilyrði að 1/3 hluti þingmanna hafi farið fram á synjun. Það er auðvitað hugsað til að verja stjórnarandstöðu. Að auki þarf 1/10 hluti kjósanda að fara fram á að haldin sé þjóðaratkvæðagreiðsla. Komi slíkt til að ekki fram eða ef lettneska þingið tekur málið aftur fyrir og samþykki frumvarpi með 3/4 greiddra atkvæða verður ekki af þjóðaratkvæðagreiðslunni. Ennfremur er gerð krafa í Lettlandi 50% lágmarks þáttöku í kosningum, en það takmarkar augsýnilega áhrifavald úrræðisins. Í Frakklandi hefur forsetinn málskotsrétt til þjóðarinnar, en sá málskotsréttur byggir á tillögu ríkisstjórnar og málskotsrétturinn er bundinn við tiltekin mál. Frakklandsforseti hefur hins vegar sjálfstætt vald til að vísa lögum aftur til umræðu í þinginu og þá er þinginu skylt að verða við því. Ef farið er yfir afstöðumanna til málskotsréttarins, þá held ég að flestir sem að hafa tjáð sig í stjórnlagaráði séu þeirra skoðunar að það sé eðlilegt að hafa einhvers konar öryggisventil og forseta embættið geti gegnt því hlutverki. Hlutverk forseta gagnvart lagasetningu getur verið formsatriði, þar að segja að það sé einhverjir ágallar á nýafgreiddum lögum frá þingi vegna þess að forseti eigi að staðfesta með undirskrift sinni stjórnskipulegt gildi lagana. Forseti geti einnig þurft að geta fengið úrskurð dómstóls, til dæmis stjórnlaga dómstóls, það hvort lög standi stjórnarskrá áður en þau eru staðfest. Þarna er í báðum tilvikum formgalla mögulegan að ræða. Svo kemur hins vegar efnislegt mat forsetans á lögum, pólitískt mat. Efnislega getur forseti verið ósamála því sem í lögunum stendur og kannski lítið svo á að þjóðin sé sama sinnis og hún og þess vegna beri að skjóta málum til þjóðarinnar. Það er hins vegar ekki í okkar fyrirkomulagi annað mögulegt eins og ég skilða en að forseti ef hann staðfestir ekki lög með undirskrift sinni en að senda lögin í þjóðaratkvæði. Það er ekki fyrir hendi þessi möguleiki að þeim sé vísað aftur til þingsins og okkur finnst skipta heilmiklu máli að við tökum þessa umræðu hér í ráðinu og sömuleiðis í þjóðfélaginu því að menn fari ekki að breyta grein málskotsrétt forseta lýðveldisins
til þess að enginn hafi málskotsrétt til þjóðarinnar. Það skiptir auðvitað mjög miklu máli að þjóðin eigi aðkomu að deilumálum og geti látið í sér heyra. Þess vegna hefur forsenda okkar í B-nefnd verið svo að 3/4 þingmanna geti óskað eftir þjóðaratkvæðagreiðslu og sömuleiðis ákveðin hluti kjósenda, og höfum við í B-nefnd rætt þar 10% kjósenda sem að sumra mati hátala, að annara mati lágtala, en ég held sé nokkuð réttlát. Þetta yfir 20.000 manns eins og í núverandi mannfjölda á landinu. Í báðum valkostum þeim sem fyrir liggja gert ráð fyrir því að það sé forseti Alþingis sem ásamt forseta Íslands undirriti lög, en ekki ráðherra eins og verið hefur. Þá ætla ég að nefna næst greinar sem að heita vald forseta. Í núverandi stjórnarskrá segir í 13. grein: forsetinn lætur ráðherra framkvæma vald sitt og ráðherra sá sem ber mál undir forseta til undirritunar, og undirskrift forseta lýðveldisins undir löggjafamál eða stjórnarerindi veitir þeim gildi ráðherra ritar undir þau með honum. Við teljum að með þeirri útfærslu á störfum Alþingis og verkaskiptingu milli framkvæmdavalds og löggjafarvalds þá séu þessar greinar óþarfar og við leggjum til að þær falli brott. Þá kem ég að kafla stjórnsýslu og eftirlit, en þar einnig 2 valkosti að ræða. Annar valkosturinn að í stjórnarskráni standi: forseti skipar að fengnum niðurstöðum hæfnisnefnda í embætti forstöðumanna þeirra stofnana sem lög mæla að skuli vera sjálfstæðar. Samþykki forseta þarf til þess að leggja niður stofnanir sem eru sjálfstæðar lögum samkvæmt. En valkostur B sá að ekki verði sérstök grein þessa efnis í þessum kafla, enda falli málið undir almenna grein skipun embættismanna, en þar hefur verið skýrt kveðið á hæfni og málefnalegar forsendur þess að ráða menn í embætti. Það kom fram í umræðum þessa grein í B-nefnd og á sameiginlegum fundum viss efasemd að setja orðalag af þessu tagi inn í stjórnarskrá. Það að segja embætti forstöðumanna þeirra stofnana sem lög mæla skuli vera sjálfstæðar. Ýmsir telja að sjálfstæði stofnana þurfi að vera, og allir telja sjálfsagt að sjálfstæðarstofnanir eigi í reynd að vera sjálfstæðar, og þá eru menn að hugsa fyrst og fremst pólitísk áhrif, pólitískar embættisveitingar, flokkræðis áhrif á veitingu embætta. Og ég hef ekki heyrt í neinum í rauninni sem vill mæla því bót. Hins vegar getur orðalagið sjálfstæðarstofnanir verið óskaplega víðfemt. Undir það geta fallið ótrúlegustu stofnanir í þjóðfélaginu, og komi forseti Íslands að því að skipa forstöðumenn slíkra stofnana, þá muni hann, og ekki verið hjá því komist, að þá muni hann dragast inn í deilumál, klögumál, kærumál, dægurþras stjórnmálana sem ég meðal annars tel að sé ekki æskilegt. Þannig að almennt ráðningu embættismanna sem fram kemur í annarri grein í tillögunum ætti að duga, ef eitthvað dugar, til þess að tryggja sjálfstæði stofnana og að vega á móti flokksræði og pólitískum embættisveitingum.